Góðan daginn, Erna heiti ég og ég ætla að vera með smá örnámskeið fjárhagsskema. Fjárhagsskema kannski svolítið víðtækt og margt hægt að gera. Maður er svolítið að hugsa áður maður byrjar hvað ætla ég að gera, hvaða upplýsingar vil ég fá út, hvað ætla ég að bera saman eða já, maður er kannski aðeins að vera búin að teikna upp í huganum hvernig maður vil fá tölurnar framreiddar. Því að þetta er verkfæri til að greina tölur á fjárhagsreikningum eða til að bera saman færslur, fjárhagsfærslur, áætlunarfærslur, stöður og hægt að reikna út hlutfall, prósentu af einhverju og ég ætla bara að fara í eitt svona létt skema sem ég dreg saman rekstrartölur og þá förum við bara í leitina og leitum að fjárhagsskema. Það er undir fjármálastjórnun, fjárhagur, greining og skýrslugerð og fjárhagsskema hér. Og það er hægt að búa til endalaus skemu. Og ég ætla að vera rekstur og þá erum við með fjárhagsskema og sjálfgefin dálka uppsetning. Það er hvernig við viljum að dálkarnir líta út. Fer ég niður og í ítarlegt. Ég ætla líka að fara bara hér strax afsakið breyta uppsetningu dálka og útlits. Og það sem ég ætla að bera saman hér er rekstur tímabilsins staðan og þá er ég með dálkategundina hreyfing. Ég gæti verið með stöðuna í dag, en þetta er á hreyfing innan einhvers tímabils. Ég gæti verið með upphafsstöðuna bara og árið til dagsins, allt reyns árið, en oftast er maður að nota hreyfinguna og reiknireglu ef maður er að fá út, við skoðum þá eftir einhvern mismun. Færslutegund, þá erum við annarkvort með færslur eða áætlunarfærslur. Nettó upphæð, þá fær maður allar debit- og kreditupphæðir í og ensku getur maður valið líka að fá bara debitupphæðir eða bara kreditupphæðir. Reikniregla, þar gætum við verið með til dæmis ef við ætlaðum að fá líka árið í fyrra, þá værum við með, eða hitt í fyrra, mínus 2á. Svo, þarna gætum við notað samanburð og í reiknireglum er hægt að nota plús og mínus, margföldun, deilingu, prósentu. Og svo neðri línan þá er það áætlunin og þá er ég með áætlaðar færslur og set inn áætlunina sem ég ætla að miða við. Og þá er ég komin í heiti fjárhagsskema og það er stofnað í upphafi með því að gera bara nýtt og gefa því heiti. Og ég ætla að fara inn í breyta fjárhagsskema. Þá er ég komið með uppsetningu. Þetta þar sem að lýsing var allt autt. Ég ákvað að flýta þess fyrir mér og setti inn lýsinguna. Svo þurfum við að vera með línunúmer og hér er bara rekstrarreikningur, það er bara fyrirsögn og eins tekjur. Og svo ætla ég að vera með tekjurnar þá í línu 1000. Maður getur komið sér upp hvaða númerakerfi sem ef maður er með mikið, þá væri maður kannski nota 10.000, 10.500, 20.000. Og hér ætla ég að fá tekjur af öllum fjárhagslyklum sem eru frá 00 til 0099. Og svo er ég með og tegund samantektar, þá er ég með reikninga, að ég ætla að fá hreyfingarnar af þessum reikningum, en svo þarf ég að fá tekjur samtals, þá þarf ég að breyta hér í tegund samantektar og þá set ég reiknireglu.
Reikniregla er samtalan sem reiknast af upphæðin í öðrum línum. Og þá ætlum ég að fá samtöluna af línu 1000. Svo höldum við bara áfram gefum línunum bara 1500 í tekjum samtals og þá setjum við inn afmörkunin á launin, vörukaup og þjónustukaupin, skatta, styrki og framlög. Og þá erum við komið með samtalsgjöld og þá þurfum við að vera með reiknireglu og þá ætlum við að leggja saman línur frá 2000 til 6000. Svo erum við með afskriftir, lína 8000 og þetta eru fjárhagslyklarnir sem eiga að vera þar og rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði. Þá ætlum við að leggja saman línu 1500 sem eru tekjurnar og setjum strik á milli með Ctrl Alt og örvatakkanum, stærra og minna takkanum. Og svo ætlum við að vera með línu 7500 og afskriftirnar línu 8000 og reiknireglu Fjármagnsliðir, það er þá 7000. En þetta er yfirskriftin flýta sér hægt. Og rekstrarniðurstaða alls er þá í rauninni fjármagnstekjur og rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði. Svona, og hér erum við með reiknireglu líka. Þá erum við búin að setja upp yfirlit og áförum við hér í yfirlit og veljum eitthvað aðeins sem eru meiri tölur. Þá erum við komin með rekstur tímabilsins og áætlun tímabils. Hér gætum við afmarkað okkur niður á deild eða málaflokk. Tökum fræðslumálin, viljum bara sjá þau. Þá eru þau hér. En svo myndum við kannski vilja sjá mismun og hlutfall út úr þessum tölum. Þetta segir manni kannski ekki alveg nóg. Þá bökkum við og förum í dálkauppsetninguna af því að við ætlum að bæta við dálkum. Förum í sjálfgefin dálkauppsetning og breyta uppsetningu dálkaútlits. Bætum þá bara við línu C. Mismunur. Þá ætlum við að fá mismunun á stöðunni og áætlun. Og hér kemur þá reikniregla. Og við ætlum að vera með nettóupphæð og það sem við ætlum að reikna, við ætlum að dálkur A mínus dálkur B. Og bætum svo við dálk D og fáum hlutfall. Og þá erum við aftur með reiknireglu. Og nettóupphæð og þá erum við með dálk A deilt með B sinnum 100. Nú gerum við bara í lagi á þetta. Og förum hér þá núna í yfirlit.
þá já, þessar tölur eru ekki mjög raunverulegar, en að þá erum við komin með mismun og svo prósentuna eða hlutfallið af stöðunni. Þetta má leika sér með í rauninni á síðan alla vegu. Við getum bætt við að við förum í breyta fjárhagsskema. Þá er þetta að vera með ákveðna deildir, en maður vill vera með eitthvað sérstakt skema fyrir eitthvað sjóð eða og svolítið að bæta við, velja dálka. Það er hægt að gera þetta aðeins hugulegra, vera með feilletur, skáleitur fyrir útprentun, undirstrikun. Breyta, þá gæti maður verið með rekstrarreikning, tekjur samtals, þessar samtölur. Feilletraðar til dæmis, og ef við prentum þetta, það er að fara í prenta og forskoða þetta á skjánum. Þá erum við komið með þetta á pappírsform og þá er þetta, sést nú ekki mjög vel, en þetta er feilletrað, þetta er aðeins dekkra. Einnig getum við sett þetta yfir í Excel, ef við verum í yfirlitinu. Að þá er þetta að fara hér í aðgerðir, flytja út í Excel og stofna nýtt fylgiskjal. Og hér opnaðist það, þá lítur það svona út. Og hægt væri að vista það skjal og svo uppfæra fyrirliggjandi fylgiskjal. Að þá myndi maður velja það og það myndi þá uppfærast með nýjum tölum. En þetta er sem sagt, í rauninni það sem þetta, eins og ég sagði, það er hægt að gera þetta á alla vegu. Hér er til dæmis dálka uppsetning fyrir ef maður vil sjá eitthvað niður á mánuði. Þá setur maður upp bara mánuðina. Já, og þá væri reiknireglan að bætist alltaf við, pluss 1 mánuður og pluss 2. Þá er maður að bæta við tölunni fyrir ofan. Og já, þetta er nú svona fljótt farið yfir og vonandi komin einhver smá yfirsýn yfir hvernig þetta virkar. Og svo er eiginlega bara, eins og ég sagði í upphafi, að vera svolítið búin að teikna upp hvaða gögnum maður vill ná fram og prófa sig áfram. Já, hér er verið að finna út hlutfall af skatttekjum. Þá erum við með stöðu tímabils og svo reikniregluna og þá er það dálkur í prósentu til að sjá hana. Og áætlun og svo versus hlutfall af skatttekjum. Og síðast ár, þá er einmitt verið að nota -1 ár. Svo að það er hægt að bara nota hugmyndaflugið og prófa. Og
Ef einhverjar spurningar eru, þá getið þið haft samband bara við þjónustuborðið eða Sveitatvær og við aðstoðum ykkur eftir bestu getu. Þá þakka ég bara fyrir. Bless, bless.